miðvikudegi. Ég ætla að vona þess að ekki að rugla fólk að núti. Tveir harðir mættir í stúdíóið og það er ekki föstudagur. Það er miðvikudagur. Smá breyting hérna hjá okkur strákunum þessa vikuna. Menn á, hinnum ýmsu dögum. Sóli Hólm í gær í staðinn fyrir Sveppa og Jón Gunnar á mánudaginn í staðinn fyrir Björn Braga. Hellingur að svona, skiptidílum en það verður orðin venjuleg vinnuvika hjá okkur í næstu viku. Hann situr með beint á móti mér Egill Einarsson, verður velkominn. Sætlitu. Sætlitu. Það er mjög illa við þessar endalausu breytingar þar. Ég á að vera á föstudögum. Já, ég veit, hvað, finnst þér eitthvað leiðilegra að vera miðvikudegi? Byrja aðeins, já. Á hverju? Spyr eitthvað leiðilegra á miðvikudegi. Nú líður þér núna eins og að sé föstudagur. Núna líður mér þessi föstudagur. Er þú flókið fyrir þig? Já, síðan er bara að ég mæti vinna í eldtíðum fyrramáli og vinna í 18 tíma. Já, en þú ert búin að eyðileggja fyrir mér vikunum. En heldur að sé eitthvað fólk að úti sem er að ruglast? 100%. Já. Ég meina, þú veist, það er fólk að hlusta núna að byrja föstudagur. Það er föstudag. Síðan er byrjað bara að hella í sig og endur ofurölvi. Missur þú vinnu? Missur þú vinnu á morgun. Mögulega fólk eru kannski rekið á morgun. Já. Það skrifast á þig. Þá biðustu afsökunar á því. Það er smá vesen á okkur strákunum. Við verðum nefnilega ekki hérna á föstudaginn, tveir harðir. En erum mættir hér og verðum með dúndur þáttur ykkur í dag. Kæru hlustendur. Nonni Pluggur er á föstudaginn, eða ekki? Jó, Nonni Pluggur er með þáttur. Við þurfum alltaf að ræða Nonna Pluggur hans eftir, eða ekki? Jó, það er stóra frasamálið mér. Það er allt vitlaust bara hver á frasana hjá Ólafi Ragnari í nætuvættinni. Það er allt brjálur. Já, við vitum meir þetta heldur en hinn venjulegi maður. Já, við ætlum að takla þetta eftir. Við erum vel tengdir inn í þetta stóra mál og vonandi kemst botni í þetta allt saman. Við erum líka með sturlaða staðreyndir á sínum stað. Við ætlum að halda áfram að reyna við starfsmenn á Starbucks í Bandaríkjunum. Það hlýtur að fara að ganga okkur félagunum. Það hringja til New York og vonandi náum við að heilla einhverja núna. Það gekk ekki nógu vel síðast. Nei, Hvorugur okkar komst á date? Já, ég meina, þetta er Lúser var búinn að gefast upp. Já. En erum við ekki couple of winners en það? Það hefði ég haldið. Við höldum áfram að reyna. Já, það er það þýðir ekkert að hætta. Nei, síðan ætlum við að reyna áfram að vinna your $1 billion idea. Já. Og ég meina, og er það text ekki aftur í dag, Guðun? Já. Ég gefst ekki upp, ég lofa því. Það er ekkert allir sem vita hvað $1 billion idea er. Nei, reyndar, kannski einhver sem er hlusta fyrsta sinn, en við Egill erum búin að vera að reyna að ná á umboðsmanni Jean-Claude Van Damme og nú er ung stúlka búin að græja þetta fyrir okkur. Já. Hann er búin að skipta umboðsmann og það er einhver snillingur, einhver markaðsdrottning landsins sem að græjaði númerið, bæði his manager og his agent. Já. Spáði, hann er bæði með agent og manager, Jean-Claude Van Damme. Bara það alveg celeb. Já. Ég hugsa, managerinn, það er svona eins og Ari Gold myndi ég halda. Nei, er hann ekki the agent? Er managerinn ekki í? Jú, managerinn er í og agentinn er Ari Gold. Jú, það er rétt, já. Fyrir þá sem hefur hort á Entourage. Já, þannig að við ætlum að hringja þá báða bara. Já, ég er veltaðið með hvor uppteknari og svona, við reynum báða. Á hverri sekundu sem við náum ekki á þeim, erum við bæði við og Jean-Claude Van Damme að tapa pening. Já, það er allir að tapa peningum á þessu. Við varum kannski staðið núna. Síðan snýst það við. Og jafnvel, málið við getum líka bara að fara, ef erfitt að ná í hann, að pitcha þessa hugmynd líka bara við Durex eða... Já, þú veist, það gæti enda þannig að við hringjum bara í Durex. Við þurfum bara jafnvel að plugga þetta, Já, fá Durex til að hafa samband við það. Í staðið fyrir hringi agentinn og láta hann hringi Durex og bara köttu hann út. Cut out the middleman. Já, mjög sniðugt. Bara Durex.com og beint í markastildina og hjólum í þetta, Já, og svo ætlum við að fá Chubby Little Loverboy. Hann er á leiðninga til okkar. Nei, hvað Heiðar ákveðin komin hérna? Gleymdur Facebookinu í nóttu? Og hafi einhver tvo hérna, það myndi allt... Við erum ekki það... Hvað heldur við séum? 5 ára að fara að setja eitthvað status fyrir því. Það er ekki... En takk fyrir að tala svona vel okkur. En já, við erum líka að fá Chubby Little Loverboy hingað til okkar sem heitir Sverrir Bergmann. Hann er, væminn og ásjókur og Heiðar Austmann. Heiðar Austmann, hann er líka Loverboy, vissir það? Er hann alveg, já, það. Heiðar Austmann hefur alltaf verið að lover, not a fighter. Já, það er hann mjög mjúkur það. Já, Heiðar er mjúkur. Við gætum þurft að fara að tala við Heiðar tilfinningar hérna í dag. Ég þekki bróður hans, Emil Austmann. Og hann er bara, granít harður. Já, hann er harður og þau gera. Þetta er samt mjög fyndið, Er algjörlega... Já, þeir fara akkurat á mis við líkama sína. Emil Austmann er linnur líkami en granít harður. Hann er mest eftir að rakka til Já, og svo er Heiðar Austmann, hann er svona harður og æfir en er mjög mjúkur.
Þannig að þið getur Það endar, sko, en er það ekki kostur að vera með mjúkur? Er það ekki sem konun að velja? Að sjálfsög. Og Sverrir Bergmann, hann er ekki með föstudagslag eða miðvikudagslag, hann er bara að frumflytja hérna nýtt lag hjá okkur. Frumflytja nýtt lag. Þannig að það verður áhugavert. Já, en ertu ekki annars góður þó að setja þetta miðvikudegi? Jó, ég gæti láta að pirra mig allan dag sem miðvikudagur og þú setja að draga gilsæðina Nei, ég ætla frekar bara að gleyma þið. Ég ætla að ímynda mér sem föstudagur. Sem var rankaði við mér eftir þátt og fatta það sem miðvikudagur. Glæsilegt. Við skulum vona að þetta hefnist hjá drengnum hérna. En fáum fyrsta lag dagsins og það er Rudimental með Feel the Love. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum hlustendum að, ég er að fíla þetta lag í dællur. Vonandi þið líka. Á FM 95 blöð hér á FM 957 og hér eru menn í stuði, það er óvægt að segja það. Hér á móti Auður Blöndal og Auðun. Já, okkur breytur alltaf röddinni þegar þú opnar þáttinn. Já, þegar þú opnar eftir lag. Þetta er útvarpsröddin mín. Já, ok, en svo hættur þú með útvarpsröddina hérna. Ég held henni ekki alveg. Já, þetta er bara, ég er hressi FM-gæinn. Já, ég fíla það. En hérna, hvað eru félagarnir að gera núna? Ertu ekki enn búinn að átta á því? Hvað gerist á þessum tíma dags? Þú ert alltaf skammandi mig fyrir að ég verð ekki með dagskrá alltaf á hreinu. Ég er ekki að skamma þig, ég er bara að spyrja þig. Nei, ég er ekki alveg. Er það svona sem mamma en skammaði þegar þú varst yngri eða? Ég sá hvernig þú horfðir á mig, þú varst reiður. Nei, það er komið að slúðri. Það er ekki vottur að reiði hér hjá mér. Það er miðvikdagsgleði í gangi hérna og allir feskir. Ég er með ágæti slúðupakka handa ykkur, kæru hlustendur. Ég ætla að byrja að segja ykkur hér frá Katy Perry og Russell Brand. En þau voru eins og flesti vita gifta á sínum tíma og voru gift í 14 mánuði en ákveðu svo náðu heilum 14 mánuðum. Já, ákveðu svo að skilja og hann var að segja núna, hann Russell Brand í viðtali, hann gaf nú ekkert endilega upp ástæðuna fyrir skilnaðinum en samt svona, ég veit það ekki, svona gaf pínu í skyn hvað var að gerast og hann segir hér í viðtalinu að já, ef að fólk ætlar að giftast að þá væri ekkert vitlaust að giftast mannesku sem er með sömu áhugamál að þú. Ef að hún hefur til dæmis gaman að fara út að hjóla, þá er svolítið mikilvægt að þú hafi gaman að fara út að hjóla líka. Ef hún hefur gaman að labba upp á fjöll, þá væri ekkert verra að þú hafi gaman að því líka. Þannig að hann er svona basically að segja okkur að Katy Perry hefur svona aðeins aktífari þegar að koma að heilsurækt og annað. Ja, hann ennir ekki að labba upp fjöll. Nei, hann hefur ekki nefnt að vera hjóla með henni heldur, sko. Hann er óreglumæður. Nei, hann er samt þurr, sko. Hann var náttúrulega snar ruglaður, sko. En er hann, ertu vissum að sé þurr eða? Já, alveg pottitt. Það er bara hann? Já, hann er búinn að vera þurr í nokkur ár. En er samt alveg samt ennþá kekt þurrglaður? Já, hann er sem sagt þurr þegar kemur alkóhóli og áfengi, en er viðurkenndur kynlífsvíkill og segist aldrei allir meðferð við því. Hann ætlar ekki að taka Michael Douglas á þetta sem fór í meðferð. Michael Douglas er grjótarður. Já, það er eitthvað. Já, ég minna þess að, þú veist, kannski einhvern tíma kemur að því, hvað er hann gamall? Russell Brand, ég held að hann sé 37 ára eða eitthvað. Já, ég minna að Michael Douglas fór í meðferð kynlífsvík, milli 55-6 ára. Góður punktur hér. Það kemur kannski að því einhver daginn og Russell segir bara, þú veist, hingað ekki lengra. Já, þú ert komið gott. Það hlýtur samt að vera virkilega skrítið þegar fjölskyldan þín er að hvetja til að fara í kynlífsmeðferð. Það er svona, mamma hættu þessu. Nei, nú ferð þú, Auðun. Já, ok. Þetta er komið gott, Auðun. Hefur hún ekki verið að segja það bara? Nei, hún er, ekkert minnst á það hingað til allavega. Þið alltaf búið ekki saman. En þegar þið byggur saman, þú og mamma þinn. Já. Og þú veist... Akkur hræðist ég þessu Nei. Ekki, vertu nú einu sinni... Ég bara spurja þig. Þegar ég og mamma byggum saman, hvað þá? Og þú varst a single man in a dating world. Já. Og komst heim með dömur. Nei. Nei, dreftum ekki Auðun. Nei, hvað varstu bara... Það er bara eins og annar úlingur. Já. Sá hann aldrei við þig bara hérna, Auðun? Nei, hún sagði það aldrei við mig. Ég er ekki að reyka... Ég get alveg lofað þér því. Herðu, það er komið að næsta slúðri og það eru Brad Pitt og Angelina Jolie. Þau ætla vist að hafa það ansi kósi yfir jólin og... Hvort myndur velja Brad Pitt, Angelina Jolie eina nótt? Bara ein nótt. Hvers konar spurning er þetta? Þú veist ég er gagnkynhneigður maður. Ertu að tala bara að kíkja út á lífið eða? Nei, þá er þetta nú ekki flókin spurning. Ef við séum Brad Pitt eða? Já, hann reyndar... Hann er í ruglinn. Já, hann er... Ég myndi þetta að hugsa með ángríns í svona korter. Þetta er ekki eitthvað bara, þetta er ekkert strax auðvelt svar, sko. Svona ángríns, sko. Nei, þetta er, þú ert opnaði fullt mikið hérna fyrir mig og hlustendur, en þau ætla að hafa það ansið kósið jólin, því að Jamie Oliver, þau eru búin að dobla hann til þess að koma heim til sín og elda jólamatinn núna í desember. Hann verður mættur á hádegi og gerir allt klárt fyrir þau og fer svo á sitt eigið
heimili. Hvað kostar það eiginlega? Ég veit það ekki, en þau eru víst góði vinir, eða þeir eru góði vinir, Brad Pitt og Jamie Oliver, og meðal annars fekk Brad Pitt Jamie til þess að taka sig í cooking lessons eða kokkakennslu í fyrra, en það gekk ekki betur en það að Brad Pitt er víst ennþá vonlaus í eldhúsinu. Já, malt niður þessu þar. Já, hversu hart er það að geta bara fengið Jamie Oliver til að elda fyrir þessi jólastekina? Ég ætla að reyna, sko, get ég ekki fengið eitthvað til mín í jólinn? Já, ekki Jamie Oliver. Jói Fel. Já, það var reynda flott. Jói Fel er félagið minn. Bara kynna Esteri og Einari bara, herðu, heitir hann Jói Fel hérna? Félagið minn, að hann þarf að elda fyrir okkur. Já. Hann hlýtur átt að svinga því. Nei, er ekki mamma en góður kokkur? Jú, en þú veist fínt að hann að geta chilla bara og láta Jói Fel græða. Já, reynda Slaka þess á. Hún er alltaf svona, hún er svo hyperaktív, hún er elda, getur alltaf ekki sest niður og borða, alltaf bara passa sér allt til á borðunum, vantar eitthvað, getur ekki slakað á. Nei. Þannig getur þú sagt bara Ester. Já, nú bara sest þú. Já. Þetta er Jói Fel. Jói Fel, er þetta covered? Þú sérðu það alveg, mamma? Væri þetta á hlýrabólnum bara grjótharður? Já, allir tattúverðar. Hann er með svona 48 cm handleggi. Já, hann vantar ekki handleggin á Jói Fel. Svo er hann vel flúraður líka. Og veistu hvað er auðvelt? Þú ert kokkur. Það verður fitulungur. Þú ert með mat kringu þig alltaf. Hörðu, hann er bara með helmassaður og, þú veist, toppstandi. Nei, Jói Fel veit alveg hvað hann að gera. Við þekkjum annan kokk, Andri Sigþórsson, fyrirverandi hérna knattspyrnumaður. Hann er bakari reyndar. Já, bakari eða kokkur eða hvað sem er. Þú veist, hann er kringlóttur í dag. Hann hatar ekkert að geta sitt eigið vínarbrauð. Það er alveg ljóst. En þannig að þetta Hrós á Jói Fel. Já, þetta verður virkilega kósí þarna hjá þeim Brad Pitt og Angelina Jolie. Og ég ætla að enda þennan slúðubakkan. Þetta er samt svo lélegt slúður, maður. En hvað svo lélegt er það? Þetta er Selena Gomez hérna og Justin Bieber. Það er núna verið að ræða það hvort að það sé giftingi í vændum hjá þeim eftir að Selena Gomez 18 ára kærastan hans sást með einhverja bæklinga, einhverja giftingarbæklinga. Ekki er Justin Bieber að gifta sig eftir. Nei, hann er 18 ára gamall. Nei, hún er enda 20, fyrirgefið það. Hún er 2 ára meldum hann. Hvað árgerð er hérna Bieberinn? Hann er 18 ára, hann er reiknaði bara. Já, þú veist, er það 94? Já, það ekki, 94. 94 árgerð? Já. Hún er bara að gifta sig? Já. Ég er bara 50. Já, þetta með allt niður um mig. Það er nú hægt að fara millivegin og þér og Justin Bieber. Þú ert ekki að fara að gifta þig 18 ára? Nei. Hvað er líkur að það endist? Heldur að verði bara með henni að það verður nýraður? Ég veit það ekki, vonandi, þau eru ástofnir. Það reyndar að harða þetta ef maður giftist sig. Þá er hann strax búinn að taka sér fyrsta skilnað fyrir 20. Það er eitthvað grjótart við það. Já, ef ég væri umbóðsmaður hans Justin Bieber, þá myndi ég nú segja honum aðeins að slaka á og lifa lífinu. Já, þú veist, slaka á og, þú veist, allt niður. Já, en er engin gifting í vændum hjá þér eitt? Þegar við förum svona yfir í íslensk slúður? Ekki á planinu. Ekki á planinu. Varst að pæli 12-12-12? Það er allir svolítið margir að vinna með þá dagsetningu, sko. Já, þú ert ekki að vinna með hana? Mér gæti ekki, þegar ég gifti mig, sem er líka svona 40 ár. Já, 40 ár? Ég vil að teppa á það. Já, ok. Veitu, er það eitthvað regla hvað það var gamall og giftið þig? Nei, þú ert vola, bjartið. Ég teppa á það. Já, ok, 40 ár. Það var með skýtsama dagsetninguna. Það þarf ekki að vera 12-12-12. Þannig að þú ætlar að gifta þig 72 ára. Já. Vá! Já. Það eru jafn gamall og Chuck Norris. Já, það er bara ekki sjensir að eignast sko silfurbrúðkaupinu sinni. Chuck Norris 72 ára í dag. Já, en svo hann var að gifta sig í fyrsta sinn. 26 ára gamall konu. En hvernig fá að sjá lítinn Gilsa hlaupandum? Lítinn Gilsara? Já. Ég veit það ekki. Hann er ekki í opnunum allavega. Er ég putting you on the spot? Já, ég komin ykkur yfir eitthvað annað. Nei, alls ekki, ég er bara... Ég veit hvernig lítinn Gilsari með þér. Nei, ok, þú varst búin að ákveða með brúðkaupi. Það er 40 árið það. Nei, ég segi bara, það er ekkert á planinu. Nei, ég skil. Ég býð þér, ef það dettur inn yfir. Þakka yfir það. Heldur að þú eftir að gifta einhvern? Kannski giftur þig bara ekki. Ég vona það. Það er skemmtilega að gifta sig í daginn, fjandinn hafið það. En með helminguna sem hjónaböndum enda með skilnaði. Já, en það er... Og þetta fara að kvitta okkur á pappíra og skipta íbúðin í tvennt og... Já, skiptin er bara í tvennt, bara sagan það. Bara sagan þér íbúðin. Það er vesen.is. Það er endar ein skemmtileg dagsetning á næsta ári, það er ekki 12-12-12. Það grín fyrir alltaf að vera búið núna. Já, er að vera búið. En þú gæti gift þig 7-9-13. Hvernig lístur það? Vá, það er þetta rosa. Það er einhver dagsetning. Ótrúlega. Þetta var slúðupakki dagsins. Good job there, Ryan. Martin kom í ljós, Jamie Oliver er að fara elda fyrir... Og Jói Fel heldur það mig. Já, og þú ætlar að gifta þig 72. Með lagið When You're Around. Jan Johnson. Skemmtileg tónlistamæður og... Hann er búin að eyðileggja svolítið hérna frasan Jón Jónsson í bæ. Já. Það er dautt. Já, það er ekki lengur sagt að þetta er bara eitthvað Jón Jónsson í bæ. Nei, fyrir það Jón Jónsson er ekkert smá stykki. Nei, það er bara þannig. Nú þarf þetta að vera eitthvað sko
Eitthvað annað? Jóhann Jóhannsson eða eitthvað? Já, Jóhann Jóhannsson, strax. Þetta er einhvern Jóhann Jóhannsson í bæ? Já, getur byrjað að vinna með það í staðinn. En það er endar með Jón Jónsson, ég hef nú rætt það hér áður, það er nánast pirrandi hvað hann er fullkominn. Já, það er óþólandi. Já. Þetta er perfect man. Herru, svo er líka, ég var að lesa þetta í gær. Ólafur Darri, spáði því, Ben Stiller, tók bara mynd á honum, full skeggjaði hann með einhverja borvél og twittaði að hann væri snillingur. Já, ég sá það. Það myndi maður gefa fyrir það, Ben Stiller væri bara, ég færi yfir Já, það var eðlilega, ég myndi retweeta þig. Já, retweeta, ég myndi prentað út og hengjað upp. En hörru, hversu frasastríðið. Já, frasamálið mikla maður. Fólk er að hólka sig núna, Auðun. Já. Bara, þetta er óskup einfalt. Annarkvort ertu JGG megin eða Ragnar Braga megin. Já, í stóra frasamálinu. Já, megin. Hvar ert þú? Ég spyr þú bara, nú spyr ég. Já, sko, þetta eru tvei toppmenn að mínum að ég þekki á báða vel. Það er báða vel? Já, svona, þú veist náttúrulega þekki Jón Gunnar betur heldur en Ragga, en þekki Ragga og það er toppnáingi. Þetta er, held ég, sko, það er smá miskilningur að það í gangi. En svo, ég veit ekki hvað, ég er búinn að sjá marga status á Facebook í dag þar sem að vera að skjóta á JGG, nonna plugg vinn okkar, að hann það var sagt já sæll í Borgarnesi 1937, skilurðu, þannig að Jón Gunnar er ekkert að eigna sér frasan já sæll, en það er svona meira hvernig hann segir það, já sæll. Já, ég meina hann átti þetta bara. Já, svo gleyma menn líka að það fylgdi eftir já sæll, já fínt. Það er Jónsi. Já. Og hann var með guggur og hann er með flest allar sem vinsælu frasa í nettvöktinni. Það kom frá Nonna Plugg, sko. En það sem ég held að það fyrir töðan Ragga Braga er að Jón Gunnar, hann, þú veist, eins og hann bara gerir, hann náttúrulega vinnur við það að plugga og svona. Hann má bara láta taka myndir af sér við bensínstöðuna sem þetta var tekið upp á og það mátti bara þakka fyrir að það voru ekki til Jón Gunnar Geirdals plaggöt sem að tengdust nætuvaktinni. Ég held ég sé búin að lesa svona 15 greinar að Jón Gunnar hafi verið með þessa frasa. Já. Það held ég að sé að bugga Ragga. Mér finnst að Raggi ætti að vera þakkláttur. Já, sjálfsögðu, þá nonnan inn í þetta. Þessi frasar gerðu svolítið seríuna. Fólk var að pikka þetta upp og fannst þetta fyndið og nú sýnir Ragnar þetta vannþakklæti í Fréttablaðinu dag. Já, finnst þið það? Þú ert náttúrulega, Ég meina, til hvers að vera bring it up, þú veist. Já, það er enda pínustegt. 5 árum eftir að serían var sýnd, sko. You brought it up, til hvers ég anskotan. Ekki láta pyrra þig og fáðu bara smoke and a pancake, skilur. Slakað á. Smoke and a pancake. Þú ert pyrraður, ekki fara á Facebook. Nei. Eitt sem ég er búinn að læra. Áttu að fá pönnuköku og... Ekki fara á Twitter eða Facebook. Heldur bara 10 og fáðu pönnuköku. Já. Prótein pönnuköku helst. Það eru ansi margir sem að fara pyrraðir inn á vefsíður eins og Twitter og Facebook og já, svona tapa sér. Garðar Laugsen, félag okkar, hann Höddi Magg, sagði hann hefði ekki sést mikið í þessum leik. Hann fór bara að tala um að hann væri prumpandi kókum, sko, eitthvað eins og hann væri 5 ára, sko. Þannig að að gera... Og ekki fara reiður. Nei. Og ekki fara fullur á Facebook. Og aldrei fara fullur og reiður inn á Facebook. Það er stótt. Þá ert í veselið, maður. Þú vaknar á sunnudegi og bara svona, ekki væri á Facebook í nótt. Væri á Facebook. Sjá loggar þinn og það er, þú veist, litli rauðu takkinni með 40 eitthvað stendur á. Það er erfið. Það er erfið dagur framöndan. Það er líka ljótt, sko, í gamla daga þurftur bara að kíkja á gemsaðinn. Þú eru vaknaðir, bara svona, ferði yfir SMS-in, ok, þetta sleppur. Núna þarf þetta að fara líka á Facebooki. Já, og jafnvel Twitter líka. Þú átt bara að forðast samskiptasíður út í glasi. Já, heldur að Raggi Braga hafi verið í glasi þegar hann setti þetta á Facebooki sitt? Sko, hann setti þetta inn á Facebooki sitt á mánudegi. Já, sem er, listamenn reyndar. Allir listamenn er fullir á mánudegi. Já, hann hefur verið á... Ríkið er fullt á mánudegi að finna fullum listamannum. Hann hefur verið á næsta bar. Já, þetta ekki helgar. Orðið eitthvað pirraður? Já, hann hefur verið full. Þetta er fyllir í status, 100%. Heldur það? Það verður einhver verið að segja eitthvað svona djöfisins, Jón Gunnar Geirdal, þvílíkur fagmaður með Ísland og Nonni Plugg, þvílíkur fagmaður. Hann hefur verið bara, nú komið gott að þessum helvítist Nonna Plugg. Nú læt ég hann heyra það. Hún hefur farið heim, pakkað honum saman. Hún hefur fundist Jón Gunnar Geirdal vera að fá of mikið lof í fjölmjölum upp á síðkasti, trompast, farið heim á Facebook eftir 6 og hendur þessu. 100%. Já. Núna er þetta líka lítið lýsar, sko, því að Fréttablaðið tók þetta upp af Facebookinu hans. Já. Hann getur ekki tekið tilbaka, hann getur ekki sagt að ég held í mig skeit í maður styrum. Nei, nákvæmlega. Getur það ekki núna, sko. Nei. Þannig að nú ætlum við að miðla til fólks úti, ef þið eru full eða reið, ekki fara á Facebook. Have a smoke and a pancake, eins og ég segir. Það er strax betra. En segðu mér eitt, nú áttu nú til að fara út af lífið. Stundum? Já, það dettur einið ekki. Jú. Það þarf að lifta sér upp, það er bara hlutur prógraminu. Já, það var gaman. En þegar þú ert að koma heim til,
Og, já, skiptir ekkert máli hvað klukkan er. Nei, ok. Ferð á netið. Þú ert að koma heim af skrallinu. Stekkur á netið og ferð að skoða og eitthvað eða? Sko, málið þegar í þau fáu skipti sem ég lyfti mér upp. Fyrir ekki það, ég rakst í að... Málið ég á við vandamál að stríða þegar það kemur að lyfta sér upp? Já. Mér langar aldrei heim. Já, það reyndar alvarlegra vandamáli heldur en þú gerir þig grein fyrir. Já, sko, þú getur verið mættur heim bara svona milli 4 og 5, sem er nokkuð eðlilegt. Bara eins og fólk gerir eiginlega. Já, ég nefnilega bara geta ekki. Nei, eftir að ef ég er þess austur og ljósin kvikna, þá er ég bara reiður út af þegar ljósin eru komin í gang. Það er mjög leiðilegt, út af ég kannski í miklum gír. Og þá ráfa ég bara eitthvað mægin. Og þú veist, og finn oft eitthvað lítinn pub sem er eitthvað einn gæi inn á og bara svona heilsa upp hann, hvað segir þér meistar, ekki feskur? Síðan ég komin heim svona 7:30 yfirleitt. Já, það er hættulegur tími. Þá ég ekki að fara á netið, sko. Þá ég bara að leggja mig. Þá líka dapurt að vera að fara á netið og bara hitta mömmu þín að hægast mín eftir vaknaður. Já, það er vont. Já, það ekki lendi. Þú ert svolítið, þú dettur á netið? Nei, misjamt. Stundum? Já, það dettur alveg ef ég komin heim til mig 3-4. Ferðu á Facebook? Nei, ég reyna að forðast það ef ég er að skemmta mér. Já, kannski bara að skoða, lesa eitthvað. Já, bara að skoða hvað er á Vísi og fótbolta.net og 433 og skoða eitthvað vídeo og svona. En, já, þegar þú ert komin inn á eitthvað svona ölstofur og klukkan er orðin 7, hefur að spila þetta lag þá? Hvað er þetta? Þetta er eitt rólegt og gott. Þetta er Emily Sandé með Read All About It. Ég er mjög þungur í þetta lag kemur ef ég var í klukkan þá liðið mér eins og ég allt niður mig. Ef með þetta lag kemur ég var nokkuð bar 7:30. Ef þú ert á bar 7:30 þá ertu með allt niður þig. Já, ég vil satt ekki líða þannig. Mér líður þessi sem aður þannig melli 7 og 7:30, sko. Morgunþátturinn Magasín er á ferð og flugi landið og næsti áfangastaður er Pósthúsbæran á Akureyri, laugardagskvöldið 29. september. Við byrjum herlegheitin upp 10 þar sem við tökum löglegt pubquiz. Eftir það stíga Þórhallur og Erna Dís á svið og slá á létta strengi með uppistandi. Upp úr miðnætti þá tekum við löðrandi sveitball þar sem að Brynjar Már þeytir skífum langt fram eftir nóttu. Við hlökkum til að sjá þig á laugardaginn. Biðin er á enda. Við flautum leikinn á. FIFA 13 lendir klukkan 10 í kvöld. BT Skeifunni og Glerártorgi klukkan 10 í kvöld. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthur's Day á morgun. Hljómsveit Sverris Bergmanns spilar frá 17:59. English Pub, Austurstræti. Boo Avenue, þar sem undirfataskúffan þín fær nýtt líf. Ert þú besti FIFA-spilari landsins? Skífan heldur Íslandsmót í FIFA 13 27. september í Kringlunni. Tryggður eintak í forsölu og taktu þátt í mótinu. Glæsilegir vinningar í boði og glaðningur fyrir alla frá Dominos. Taktu daginn frá 27. september. Íslandsmót FIFA í Kringlunni. Skífan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Já, þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og með ykkur í dag eru tveir harðir, aldrei sem vant á miðvikudegi því Auðun Blöndal er í ykkur rugli og kemst ekki á föstudaginn í myndina. Rugli? Ég er að fara Old Trafford maður. Já, á United Tottenham. Já, Man U Tottenham. Það er vona að vera happa þar. Já, ég reyndar hefur verið ágætlega að happa fyrir United til að vera á leiki, sko. Heldur að Gylfi sé starting? Ég vona það. Það verður skemmtilegt. Hann mætti setja 3 ef United setja 4. Já, það er fínt. Já, það var stemming, sko. En ertu með sturlaða staðarindu fyrir framdagina? Fyndi og skildi minnast á það. Ertu til í nokkra svoleiðis? Já, það er eiginlega uppbóltið mitt. Hér rétt handa á hornið ætlar Sverrir Bergmann að frumflytja nýtt lag hérna hjá okkur strákunum og við ætlum að halda áfram með Starbucks viðreynslun okkar og fleira. En það er eins og að komið að sturluðum staðarindum og já, fyrsta staðarindin er eitthvað sem að þú og þinn húmor ætti að hafa gaman að, Egill. Ok, þetta hljómar, þetta sé eitthvað aðstæðanlegt, sko? Nei, þetta er skemmtilegt. Okay. Prump ferðast að meðaltali, já sko, strax byrja að hlæja. Prump ferðast að meðaltali 3 metra á sekundu. Hvernig veistu það? 3 metra? Á sekundu, þegar prumpið fyrir út. Þetta er sturlu staðarind. Wow! Já, svo er náttúrulega til menn eins og ég get alveg lofað því að hjá Hjöppa til dæmis vinn okkar, það fyrir svona 7 metra á sekundu, sko. Ég get alveg lofað að fólk aftast í salum nær hann strax, sko. Já, það fer örugglega eftir hver það er, sko. Já, en þetta er svona meðaltali held ég. Þetta er ekki á konum samt, eða eitthvað? Nei, það stóður endur ekki. Ég held að, er það ekki bara sama? Kemur þetta ekki út á svipuðum krafti bara? Heldur það? Já, ég myndi alltaf. Ok. Já, þetta er fyrsta sturlaða staðarind dagsins. Næsta er, já, það tæki þig 150 ár að keyra að sólinni.
Sturlu staðrind. Og 150 ár. Já, þá er samt örugglega verið að tala þá eru menn ekkert að stoppa í staðaskál og eitthvað, sko. Þetta er örugglega bara bein keisla. Já, dengil enn að því. Og hvað svona, eru að tala 90 km hraða eða? Já, örugglega löglegur það. Já. Ég myndi ekki nenni því. Þú ert náttúrulega á, hvað, 420 hestafla Cherokee? Já, ég í kortir hann, þú var kannski 130 ár með 2 stoppum. Svo það næsta, á 10 mínútum notar fellibylur meiri orku heldur en öll kjarnorku heims til samans. Sturlu staðrind. Og þetta fannst mér svolítið merkilegt. Það ekkert allar staðrindan svona fyndnar. Sumar eru bara spáðu hvað mikil kraftur í þessum. Já, ég nenni ekki lendi í fellibyl. Það eitthvað sem ég nenni ekki lendi í. Nei. Sem betur fyrir það ekki hér. Við erum alltaf með ógæslegt veður. Viðbjóðslegt helvítis veður. Það fáum ekki fellibyl. Á svo hundlega landi. Það byrja að rigna núna með þessu. Já, málið það bara svona, það ekkert hættulegt veðrið. Við getum ekki lendi í fellibyl og ef þú gefur vont veður þá aldrei það vont að þú fjúkir á bumbun eitthvað og lendir á okkur staur. Þannig að það jákvæmt. Já, en þetta engin smá orka. Svo það næsta. Þú getur ekki drepið, já þessu þetta komið áður sem ég hendi inn, þú getur ekki drepið með því að halda í þér andanum. Já, það en þú þrjóskur, mjög þrjóskur. Ég mjög þrjóskur. Og en þú reynir? Nei, það bara held ég að myndi frekar líðið mann eitthvað sko, þú deyrið ekki. Það er bara Sturlu staðrind, kallið minn. Þetta ekki hægt, Ert þú góður að kafa og halda í þér andanum? Nei, ég sökki, ég get verið svona 7 sekúndur undir vatni. Það er málið? Já, ég veit ekki hvað rann það bara, ég get ekki... Ertu góður að synda það? Nei, mjög lélegur í. Já, það eigum við sameiginlegt til að... Sko málið ég var í HR, íþróttafræðinni og til að útskrifast þar þarf það að synda kílómetra á 24 mínútum. Já, sveim ég sín myndi ekki ná því. Nei, sko ángríns, erfitt sem ég gert á æfinni. Þú veit, ég var búinn að ná öll í skólanum, bara að útskrifast, þú veit, ég synda hennan kílómetra á þessum 24 mínútum. Það var allir búnir að því í skólanum, nema ég og Patrik og Jóhann sem handboltakappi. Hann er 110 kíló og ég er líka þykkur og við sökkum bara, þessum stein. Það sem við gerum líka, við tókum bara henda okkur betur styttri laugar. Þannig fórum bara í Vogasundlaugina í Vogum sem er 12 metrar. Á hvaða tíma varstu? Ég náði svo 23:55, ég var eins tæpur og hægt var og ég er líka bara að leiðast yfir mig eftir þetta. En ég veit einhver fyrir sundfólki sem er gott í þessu, djúvill er þetta erfitt. Já, þetta er hrikalega erfitt. Svo er það næsta, ég elska staðreyndur fíla og hér er einn góð, það eru engin bein í rassinum á fíl, en það eru 40.000 vöðvar. Það er ekki eitt bein þar. Í rassinum á honum? Já, spáði með 40.000 vöðvar. Það er ekki rananum, þú veist sem að sé rassin á honum. Rassin á honum. Já, auðvitað, hvað meinar þú? Því að ranin líklega ekki með bein og vöðvar í honum. Já, ekki rassin heldur. Sturlu staðrind. Það er ótrúlega. Það er eitt sko. Fílar eru magnaðir. Já, fílar eru æðislegir og ég er búinn að læra mikið fíla hérna í Sturlu staðrindum. Þeir geta málað og fleira. Virkilega þeir geta dáður ástasorg. Já. Það er helling sem ég veit fíla. Það er til að eiga eitt fíl. Já, en það mætti ekki, ég væri bara til að eiga baby elephant. Já, þeir eru samt alveg eitthvað 200 kíló eða ekki? Nei, bara svona pingulítinn, sem þetta aldrei vaksa. Bara svo sem er starfið hund eða? Já, það til að eiga þannig fíl. Það var stórkostlegt. Eru til svona midgets elephants? Kannski við til að hljóta allir dvergafílar, það eru dvergar allstaðar. Ég er alveg til að eiga svoleiðis, hann er geðveikt minni og þykir væntuð og svona. Það var líka bara grjótart, það var mitt fíl hérna. Svo er það næsta, 30 mínútna æfing á dag getur gert þig 10% gáfaðri. Og já, þetta er magnað. Ég hugsaði reyndar að þú eigir sérst undantekningin sem sama regluna þar. Kannski þetta bara 30 mínútur og ferð yfir það að verður heimskari. Já, þú ert 2 tíma á dag eða ekki? Jú, 2,5 með cardio. Með cardio, það er sem þú ert að brenna. Já, ég er spikfeitur og allt niður mig. Já, og kannski ekki spikfeitur en fyrir mig ekkert út í hitt. Svo er það næsta, of mikið stress og of hár blóðþrýstingur getur leitt til Já, þetta er hérna. Of mikið stress og of hár blóðþrýstingur getur leitt til hemidrosis og þá svitnar blóði. Sturlu staðrind. Myndi ég ekki nennan þeim maður. Þá fyrst myndi ég panika. Og svitna blóði? Já. Það minn almáttur. Þá ertu bara svona eins og flóðhestar. Er ég alveg nætti að vera það stressaður? Já, þú getur verið það stressaður að þú svitni blóði. Og flóðhestar svitna rauðu þegar þau eru reiðir, þannig að þú væri bara svona eins og... Svitna blóði... Þá er einhver ramt í gangi. Já, það... Er það kannski, þú veist, hvenær gerist það? Er það, þú veist, yfir ykkur United-leik eða þú veist, 90 mínútur á klukkunni og... Ég hef orðið mjög stressaður í United-leik, en ég hef ekki svitnað blóði. Ekki ennþá allavega. Svo er það næsta, það er National Comic Book dagurinn í dag. Lúðadagur? Þetta er, hvað heitir þetta, svona teiknumynda hetju bækur eitthvað? Já, myndasögu bækur eða hvað sem þetta heitir á íslensku? Það er hellinga þetta svona teiknumyndalúðum á Íslandi sem smelta þess að sem verið Nexus og kaupa þessi teiknumyndalúðum. Hugleikur og Bjarni Töframar eru örugglega fyllir ég bara. Já, þetta er eitthvað sem ég hef ekki náð að koma inn í, sko. Nei, teiknumynda... En ég elska myndirnar eins og Batman og Spiderman. Já, það er aðeinslega. En ég sé sjálfa mig ekki einhvern veginn liggja bara upp í rúmi heima að lesa teiknumyndasögur. Nei, og safnaði mig og hvað? Já. Nei, ég skoði Andrés Önd eitthvað tímann.
Já, Þú veist, fyrir einhverjum 15 árum. Síðan ég náði ekkert að eskuleita það shit yfir í eitthvað harðara, sko, eins og Batman í Hulk eða eitthvað, sko. Bara hætti eftir það, sko. Það var ekki shit escalate síðan. Svo er það síðasta, og ég veit að þú hefur gaman að henni. Býflugur eru með 5 augu. Sturlu staðar. Þú lígur því. Nei, spáði maður myndi sjá eina býflugu sem er búið að stækka vel upp. Yrði maður hræddur maður? Þá myndi ég svitna blóði, held ég. Já, það eru svona góðar. Það eru góðar. Já, þú vildi meina að þær væri svo góða býflugunar. Já, það eru svo fljúgandi bánsar. Já, alveg rétt. Þú getur faðmað býflugu. Já, en hún er með 5 augu, spáði því. En geitugar, hvað er það? Með 100 augu? Það stendur ekki. Já. Eina góða við... Ég var bara að gleyma að þú fíla býflugur. Já, eina góða við veturinn. Já. Áðan er að allar þessi geitungar og kóngular og þetta er farið. Já. Sjáum þetta ekki fyrir henni í maí og næsta ári. Það er reyndar ennþá kóngular heima að vera, í garðinum og svona. Ennþá kóngular? Já. Ha? Í garðinum, já. Því miður. Veitu, það er að koma 8. Er að koma 8? Það ekki? Jú, ég veit ekki á hverju það þarna. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Hér er komið eitt gamalt og gott. Þetta er Tupac og Elton John. Og já, hann fekk aldrei að sjá svartan forseta því miður en já, það datt nú inn. Þetta er að hann kvaddi... Æ, ég ætla ekki eins og ég veit ekki hvað ég er að bulla hérna. Þeir eru að hlusta á 2 harða hér á miðvikudegi og hingað er kominn góður gestur. Þetta er tónlistarmaður sem er að gera allt vitlaust á Íslandi í dag og heitir Ásgeir Trausti. Vertu velkominn. Takk fyrir það, kærlega. Hvað segirðu gott? Ég er bara mjög hress. Nei, ekki. Maður er að lesa að það sé bara uppselt á alla tónleika hjá þér og platan uppselt en þú svona skýst heldur snöggt á sjónvarpsviði. Já. Það má segja það, sko. Já, hvenær byrjar þau að spila tónlist? Þetta er væntanlega fyrsti diskurinn, eða ekki? Já, þetta er fyrsta platan, sko. Já. Ég er nú bara búinn að vera hérna í námi bara klassísku síðan ég var pínulítill og maður var svona fyrir svona árið að fara að gera eitthvað með sína tónlist. Já, ok. Þannig að þú ert búinn að vera í svona klassískri, svona tónlistarnörd pínu. Já, svona nörd eitthvað. Nefndi ekki lengur. Já, vildi bara fara að gefa út eitthvað. Já. En hvað, ég ætla bara að byrja að spila. Hvað ertu gamall? Ég er fæddur 92. 92? 20 tappi? Lífið framöndan, lífið blasir við honum. Hann er ekki eins og búið að falla á þér lán? Nei, kynnist í maður. Tala ekki þú ert komin í bransan. Þetta er erfitt. Þetta er einhvern veginn bara undarfarið, bara sjá nafnið þitt út allt á netinu. Já. Bara kom allt í hennu bara. Já, þetta kom bara eins og þrjumár heiðskir lofti. Og ég líka er að þjálfa hérna Maríu Birtuðin í sporthúsinu og hún er eitthvað að stinna sig upp og eitthvað. Já. Hún sagði mér hérna hún fór á tónleikana þar, leikkonan, og hún fór að grenja á þeim. Fór að grenja? Fór að grenja? Já, veist, fór að grenja að tárast og eitthvað. Það er eitthvað tæp í skapinu? Nei, voru eitthvað lítil í sér og það fallegt og fór að gráta bara, veist, að krútlegt og eitthvað. Það lítur að vera hrós. Já, þetta eru hugljúf lög. Ég er nú með diskiðin í bílum. Ég stal honum að Heiðar Austmanni. Þú veist það því, ég tímdi ekki að kaupa hann. Stalstu honum að Heiðar Austmanni? Já, ég sá diskinn hérna á borðinu á Heiðari. Já, tókst það bara? Já, ég sá hann Ásgeir Trausti, ég bara herði. Það er allir að tala um þetta. Smellti honum í bílum og var hérna að keyra á bekkjamót núna helgina á Sauðárkróki. Ég hlusta á diskinn held ég 4 sinnum eða 5 sinnum á leiðinu. Bara algjör snilld. Fórstu að grenja það? Nei, það hefði samt verið meiri líkur í að grenja á leiðinu heim. Já, lítið til það. Það er strax verið meiri líkur á því. En hvað er svona framöndan hefur núna? Ertu að spila bara á fullu og fylgja plötun eftir? Já, það voru náttúrulega þessi útgáfu tónleikar hana 4 sem að seldust allir upp og var bara frábært. Fyrsta skipti sem að öll hljómsveitin spilaði saman. Já, 4 útgáfu tónleikar? Já. Hernir, það er. Hvar varst það að spila þá? Það var á Akureyri og Græna fyrst. Já. Og svo fórum við hérna í heimasveitina mína á Hvammstanga. Já, ertu frá Hvammstanga? Já. Nú, norðan maður. Já. Vílikusni, þetta kemur alltaf norðan, ég er að segja það. Það er bara þannig, já. Já. Þetta núna þegar þú segir það, þá heyri ég í tónlistinni þína, þú ert að norðan. Hvernig leið fólkinu á Hvammstanga að fá þig in their hometown og... Það var skrúðganga? Var það eindislegt? Nei, það var ekki skrúðganga, en það voru allir rosalega með það, sko. Það ekki? Það er rosalega hæpað upp hana heima, sko. Já, þú ert hetjan hana í bænum. Ég er hetja þar, sko. Það er bara svona, eins og Öddi á Skróknum. Hvað búa margir á Hvammstanga? Það búa 600 manns í mestalagi. Já, ok. Hvað er margir á Króknum? Það eru 2500 manns. Já, Krókurinn er stórbær. Já, það er bara hannig. Já, þetta er nánast höfuðborg Norðurlandsins. Við þurfum að skella okkur einhvern tímann á tónleika hjá Ásgeir, það er bara hannig. Já, það er ekki... Það er bara svoleiðis. Einhvern tímann á sunnudegi, þegar við erum pínu litlir í okkur. Grátum saman félagum. Það er hérna lagið Leyndarmál, það hefur nú verið gríðarlega vinsælt hér á FM. Þú ert líka með þannig tónlist að ertu ekki bara að spila þar á öllum stöðum? Er ekki Bylgjan og Rás 2 og... Ég held það. Já, svona nett mainstream, eins og ég segja. Já, allir það ekki. En hvað er svona þínir uppáhaldstónlistamenn?
Hvað hlustar þú á sjálfur? Ég hlusta rosalega mikið á Bon Iver, eins og kemur mikið fram í tónlistinni, sko. Bon Iver? Já. Fyrir anskotana með það. Bon Iver. Þú veist, ég þekki Pitbull og J-Lo og það búið, sko. Já, ég skil. Þú veist, það meistar, eða? Egill Einarsson hérna hliðina, það er með lélegasta tónlistarsmekk sem fyrir finnst á Íslandi. Já, það er mál. Vann ég þig daginn í góðulagakeppninni, 5-2, eða? Jó, með einhverju út úr styruðu Poison-lagi eftir Alice Cooper. Hvað hét hljómsveitin sem var að syngja það? Group Coverage. Group Coverage. Hefur eftir mann áskerðið? Já, ok, Bon Iver og þú ert ekkert í einhverju svona sem að, já, við FM-hnakkarnir hérna þekkjum? Ég er ekki mikill FM-hnakki, sko. Nei. Myndi ekki segja það. Nei, þú ert ekki í svona pop-tónlist að hlusta á? Nei. Nei. Kemst ekki hrikalan jam-feeling að skella hérna Mark Anthony og Pitbull á Rain Over Me? Þú hefur heyrt Rain Over Me með... Já, það er alveg heyrt þetta allt, sko, en... Þú hefur heyrt Rain Over Me, eða? Það er ekki gott lag, það? Jú, þú veist, jú. Já, sko, það er allir sem er Pitbull-menn, sko. Þegar situr maður beint á móti þér, út úr strípaður og sko með æðar upp alla handleggina, hvernig heldur hann þora að svara öðrun að hlusta á þetta lag? Hann býst bara að vera lami. Það er aður. Já, ég reyndar hérna, við erum ekki með hraðarspurningum, ég ætla að spyrja þér svona nokkrar spurningar hérna sem eru algengar í hraðarspurningum. Því að ég skeitt á mig, ég held að vera að koma morgun, annars var ég nú búinn að tísa þig allan þáttinn. Skeist á þig, á þenn. Já. Hvað er svona uppáhaldsbíómynd? Lord of the Rings. Besta hljómsveit allra tíma? Nirvana. Vel gert, þarna náðu saman. Nú slóttu í gegni á þenn. Besti skyndibitinn? KFC. KFC, já, besti leikari? Hann hérna... Akkur manni ekki hvað hann heitir. Denzel Washington. Hvað kemur fyrst upp í hugan? Stephen Carell. Steve Carell, snillingur. Já, uppáhaldsliðið í ensku? Ég horfi rosa lítið á fótbolta, en það er United. Yes! Það þekki ég þig. Það er gegn okkur félagunum, það er bara hann. Ef þú mættir heita hvern sem er í heiminum, hvern mættir þú vilja heita? Mömmu mína. Ok, með þú verið að sofa hjá dýri, hvaða dýrir eru valinu? Mjög sennilega broddgöldur. Broddgöldi? Já, herðu, hvað er þetta með tónlistamennina? Hann sagði þetta líka Björn Jörundur. Það er líka með broddgöldi. Já, það er eitthvað með broddgöldi. Það er eitthvað sexy við það, þeir eru með þessa grótur og klippingu. Það er eitthvað. En hver er svona uppáhalds íslenska hljómsveitin? Fyrir utan þig. Já, og Hjálmar og svona góður. Já, það er topphljómsveit. Fýlar ekki skíma á það? Ekki mikill skímamaður. Nei, Ásgeir Trausti og Egill Einarsson virðast ekki eiga samleið þegar að kemur á tónlist, hvort sem hún er erlend eða íslensk. Höldum við sama liðin í hansku. Já, reynda með... Og hún veist Rain Over Me gott lag. Já, hann þorði nú bara ekkert að segja annað. En ertu að spila helgina? Ertu að spila bara alla daga núna? Það er rosa mikið, sko. Já. Hvenær flyttur í bæinn? Þú er náttúrulega bara 20 núna. Kemur á Hvammstanga? Ertu löngu fluttur hingað? Ég flutti þegar ég var 16. Fór í framhaldsskóla. Já. Kláraði Ármúla hérna núna í vor. Ok. Og við erum að syngja þar og tralla? Nei, maður var ekkert neitt í því þá, sko. En það var svona reyndar í lok, hérna, þegar ég var að útskrifast, þá var ég búinn að setja eitt lagi í spilun og var beðinn að spila útskriftinni. Já, ok. Skemmt. Varstu með einhverju prinsessu eða kattinu lausu? Ég er með prinsessu, sem heitir Tinna Rós. Tinna Rós, það er út að hlusta, heppinn. Frábær strákur hérna. Já, það er hann, með heppinn. Já, en þetta er náttúrulega fyrsta sem að, já, þú hefur áhuga á Egill. Hvort hann ætti prinsessu eða ekki? Spurja, því ég meina það er marga prinsessur að hlusta og hann er vinsæll núna. Vinsæll musician og ég þekki það sem fyrirvændi tónlistarmaður. Það er ekkert að halda það, konuna, sko. Nei, en er eitthvað sem að þú, sko, hérna í lokinn, er eitthvað sem að, þú veist náttúrulega hann var í Manchester Club, hann Egill. Já, ég veit. Og túruðum landið og þú ert náttúrulega svona... Það hefur verið svona mesti innblásturinn. Fullt að lögum. Ég var að gera góð hluti. Já, ég væri til að segja Ásgeir Trausti að svona taka eitt Manchester Club lag og setja eitthvað svona cozy akústík útgáfu. Já. Þetta er eiginlega bara sko áskorun hérna frá FM 95 blöðum. Kannski hó 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 eða... Já, hó. Eða Get the Fuck Out, getur líka verið fint gott í svona... Já, alveg rétt, ég var búinn að gleyma þegar áttuð meira en eitt lag. Það getur meira frelsi, eða? Jó, meira frelsi. Það var nú bara símaauglýsinga, ekki? Jú, dölbúinn. En er eitthvað hérna, af því að nú er Ásgeir Trausti, hann er hérna nýr í þessum bransi Egill. Þú ert búinn að túra um all land og fara á Blönduós og spila í íþróttadósinu þar og... Það er gæinn kveikt á hljómborðinu. Það var vandræðalegt. Þú veist það vandræðalegasta sem Egill lendi á sínu tónlistarferli. Þá var það að spila á hljómborði, þá tók einhver töffari sér til og setti það í samband.
Svona, fór allt skorðum við allir. Það var ekki að gera nógu góð hluti í viðkynna. Ertu með eitthvað svona ráðhandunum í því lokin? Já, sko, var að passa það, Ásgeir, að hérna... Bara stinga ekki í sjónband. Já, passaði, ertu með kveikt á, virka öll hljóðfærin á sviðinu? Er það að spila á því álurinu? Það virkar allt áluru. Sko, þá lendir hann aldrei í því. Hann getur eins og hann lendir ykkur fyllibit að taka á honum hljóðfæri. Já. Þú veist, út af fyllibitun eru ódrönglegar. En passaði bara, Ásgeir, nú ertu að vera hot musician, út af hraðri uppleið. Það fylgir í óregla. Farið þér áfengi stundum? Mjög sjaldan. Já, það getur farið og mjög sjaldan yfir í daglega, mjög fljótt. Þannig að ég mæli bara með að, sko, tala á reynslu þá? Já, bara, ég er búinn að vera í þessu lífverðni. Já. Þú veist, ég sneri baki við þessu. Tónlistinni? Sneri hún eða ekki baki við þig, Egill? Nei, það var ekki hannig. Ég hætti bara. Já, þú hættir. Sagði þú bara málið, hann verður að gigga mikið á næstunni. Nú er hann líka mjög heitur núna. Hann verður endalaust símhringingar á áreiti og spil út allt og þú veist, það fylgir því oft hérna einn öllari og síðan endar hann, fullur á mánundi á Preikinu, skil. Já, en... Ég reyna bara að koma með gott tip. Ertu með sama umbóðsmann og Egill og með Valgeir að Pipar? Valgeir Sport? Nei. Ok, annars að hann getur komið góð ráðhandaði líka. Já, það er fagmaður. En Ásgeir, algjör heiður að fá þig hérna í stúdíóið og já, við erum bara konni með áskorun á þig núna. Að þú varst að taka eitt Mercedes Club-lag fyrir okkur, svo mætur hérna eitt föstudaginn og við fáum að heyra þína útgáfu af Hey Hey Ho Ho. Það væri rosalega. Ég væri meira lítið til í það. Þetta er tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti sem er að gera allt vitlaust þessa dagana og þetta er svona eitt af hans vinsælustu lögum á þessari stöð. Það heitir Leyndarmál. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Það eru tveir harðir með ykkur hér þennan miðvikudaginn og já, það sem við Egill ætlum að gera núna er follow-up á því sem vorum að gera í síðustu viku, Egill. Já, við vorum að næta okkur date á Starbucks. Já. Það gekk ekki vel hjá okkur. Hvorugur okkar fekk date? Ég fekk reyndar karlmann sem var ekki samkynhneigður. Hann var virkilega erfitt fyrir mig að fá stefnumót. Hann sagði aldrei að hann var ekki samkynhneigður. Hvað þú heilt það bara á honum? Já, hann var svo hissað ég skildi vera að bjóða honum út á date. Já, ég meina, sko, ég er að velta fyrir mér. Hvaða taktík fyrir núna? Ef þú reyna að vera grófari, ef þú reyna að vera ljúfari, ef þú reyna að vera fyndnari, sko, hvernig approacharu einstakling og reynar að redda þér date í gegnum síma? Það er mjög erfitt, sko, af því hann veit ekki hvernig hún lítur út. Já. En ég, náttúrulega, ætla ekki að fara að kenna þér mína strategíu, sko. Nei, ég er svona velta fyrir mig hvað strategíu við félagarnir að fara í, sko. Já. Ég vona að ég hafa gæja. Já, okkur. Ég bara held ég náði betur til þeirra. Herðu, ok, og ég hringja hérna. Já. Herðu, hvort viltu vera undan eða eftir? Ef að gæi svarar, þá er ég undan. Ok. Ef að gella svarar, þá byrja ég. Ok. Ég held nefnilega að það væri þægilega fyrir mig að tala við það fína. Ég væri til að fá okkur gæja. Eitthvað svona latínó, þú veist, á heim í Madrid. Já, að vinna á Starbucks í Bandaríkjunum. Já. Veitu hvað, er þið ekki flutt þangað? Nýbúinn að læra ensku og... Það er enginn frá Madrid. Thanks for calling Starbucks. It's Raphael. Yes, Raphael. Yeah. Yes, it's you, Raphael. Who is it? Yeah, it's... my name is John. I was there the other day. Do you remember me? Tall guy in a gray coat. We had a conversation. I was going to work. You left. You talked about. I don't know. Does it ring a bell? To be honest with you, I just can't recall right now. Do you remember what we were talking about? I just made some funny comment about the weather, and you left, and then we talked a little bit about sports, and I said your coffee was the best coffee I ever had. And you said thank you, and just a little chit chat, and I was just I don't want to be out of line or anything, but I was wondering, it's a crazy idea, if maybe you and me could, I don't know, hit the gym, have a little workout, go and have a cup of coffee, and do something. No, I just don't have time for things like that right now. I appreciate it. Okay, but, okay, you don't. I'm really busy. Swamped. Yeah. Are you always working from 9 to 5 or 7 to 5 or? More than that, but I have a lot of things going on in my personal life outside of here. So. Are you in a relationship right now or? That also, yeah. With a girl or a man? With a girl, yeah. Oh, okay. Yeah. Girl. Yeah. God damn it, if you know what I mean. Well, anyway, I appreciate it anyway. Thank you. Okay, nice to talk to you. But if you one day you come out of work, you walk in and your girl is maybe cooking, and you think, God damn, I would like to get me a real man. Then maybe give me a phone call.
I don't really see that. Nah, but I'm a great cook, and but I am flattered, and I appreciate it. You're a handsome guy. You're a handsome guy. All right, alrighty. Well, thank you, sir. I'll see you. Yeah, I'll see you. I'll come every day and have a cup of coffee. I'll come every day. All right then. Thank you. Okay, thank you. Okay, take care. Bye. Það var ekki til í kallin. Það nokkuð ljóst. En hann var real flattered. Já, hann var flattered. Mjög fyndið, þú vildi fá eitthvað gaur frá Madrid, svara allt í einu gaur sem heitir Rafael. Líkur á því. Þetta hann var potið frá Madrid, hörðu. Ég ert ekki að fá stefnumót. Ég reyndi að snúa honum. Sko síðast. Hann með girl. Já, síðast. Það var ekki hjálpað með neitt, sko. Það var að sama ég lendi síðast. Þú spurði hann aldrei hvort hann væri með girl. Og þú lendir, síðast varst að tala við kvennmannill. Sem var a single mom og hún vildi freka að vera heima hjá sér og horfa á hillur heldur en að fara með þér á stefnumót. Og núna náður ekki Rafael sem að hljómaði sem því líkt kam á gaur. En það kom með mér. Ég bauð henni bara í ræktina með mér og hann var ekki nú að hrifna þig. Ég held ég þurfa að beita taktík næst. Þetta þessi taktík ekki að virka. Nú, hvernig taktík? Ég ætla bara að vera aggressívari. Ég ætla bara, ég ætla að vera smá dickhead bara. Nei, þá nennu það ekki eins og hann tala við þig. Alltaf? Það held ég, henni nei. Þetta ekki að virka svona alltaf hana? Nei, ég reyndi alveg sammála því. Ég reyndi að vera geggja næs. Já. Gáðinu þig gengur. Þetta var hann að fá þér Gæja. Gæja, please Gæja. Gæja. Thanks for calling Starbucks. How may I help you? Yeah, who is this? Who? Who's speaking? Aloy. Aloy, hey, I was hoping it was you. Sure, Mr. Faisal. I was there the other day, remember me, Jimmy? I was there the other day, Jimmy. I was wearing the black leather jacket. No. You were giving me a compliment about my jacket. How you doing? I'm good. Yeah. Have you been good these last days? Yeah. Yeah. Not bad. Yeah, not bad. I'm good as well. I was just gonna call up and see how you were doing and check out if we would go a little further with our talk. Would you like that? Yeah. Would you maybe want to hit the movies or something? Huh? Would you maybe want to hit the movies or something? Go see a movie? Wait, who is this again? It's me, Jimmy. We were talking about the sports the other day and bodybuilding. You really liked my leather jacket. You said I looked like Bruce Willis. Remember? I don't know. Yeah, so you want to go see a movie or, maybe pitch some baseballs or something? Did you say Are you there? Yeah. Yeah. So what movie would you like to see? I'm open for everything. Comedy, drama, I don't care. I don't think I've ever met. You don't want to go? You want me to come in? Do you want me to come into Starbucks and talk to you there? I'm off work in about 2 hours. I wouldn't be here. Okay. Are you busy tonight? Yes. What you doing? I don't know. Okay, then you're not busy. I have to go now. You want to go see a movie? I have to go. Well, maybe, hey, whatever you want to do, I'm open for everything. You handsome kid. Nei, þar fór það. Ég var þvílið kammósamt. Þetta ekki hægt. Hann pakkaði saman. Nei, hann talaði ekki, sko. En sko, þarna, ég reyndi að vera aggressífur eins og þú varst að tala um. Ég bara ætlaði ekki að hleypa honum, sko. Nei, málega, við erum eitthvað að lenda okkur í fílubókum, sko. Já. Sko, málega, og pælir í því, hvar fáum við meira svona hressara fólk? Veistu, þegar það fólk á Starbucks, þetta er þunglyndissjúkir? Nei, þetta er lið sem er drekkandi kaffi allan liðlanga daginn. Þetta á að vera þvílíkt hæper fólk, sko. En það hringja bara... Já, hefur farið á Starbucks og lendir alltaf í how you doing og eitthvað svona, sko. En það hringja bara næst, veist, í Starbucks í Asíu eða eitthvað. Asíu búinn alltaf hress. Já, við þurfum eitthvað að hugsa þetta. En við reyndum allavega og fengum báðir gaur. Sko, málið ég hef ekki enn fengið að tala við konu. Það er að bögga mig. Já. Akkur hringir ekki konu? Já, ég reyna að fá konu næst. Þetta var Starbucks viðreynslan og við þurfum eitthvað að hugsa þetta félagarnir. Nú er að hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai.
Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgun þátturinn Magasín og Krúa Thai. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Trompaðu daginn, segir hann þegar að hlusta hér á Tvo harða þennan föstu daginn. Nei, þú malt niður, það er miðvikudagurinn. Já, vá, núna, sérðu, ég er hann svo vanur að segja tveir harðir á föstum. Ég var líka fann að líða þessu föstudagur. Já, en það er miðvikudagur, munið það. Ekki nóg með það, og að við erum að ruggla fólk með þessu, þá segir það sem föstudagur. Já, þetta var skítið á mér. Miðvikudagur. Já, vita betur eftir. Fyrir ykkur úti sem haldi þessi föstudagur, það er miðvikudagur, þau eru ekki að fara að hella í ykkur í kvöld. Já. Edru í kvöld. Það er miðvikudagur og allir feskir, það styttist í Chubby Little Loverboy. Sverrir Bergmann, hann er að koma hérna til okkar að frumflytja nýtt lag. Video Game Boy er að fara að gefa út lög. Já, hann er að fara að gefa út nýja plötu, Video Game Boy. Hvað heitir plata? Heitir hún Video Game Boy? Já, kemur ekkert óvart. Loverboy getur verið líka gott nafn á hana. Já, Chubby Little Sweatard. Mjög flott nafn á. Við erum að vinna með mörg nafn þannig fyrir tárnað. Já, við getum þurft að ræða það bara við hann hérna eftir hvað platan hans á að heita. Ef við að ringja í, ef við að reyna, já, það er komið þessu. Ferðina í Jean-Claude, ég veit að, ok, ég ætla að vera neikvæð gæinn. Það svarar líklega ekki. Nei, það sem ég ætla að segja núna hlustundum það sem er vesen við þetta er að umboðsmenn Jean-Claude Van Damme, þeir búa West Coast. Já, þessi er hann á Beverly Hills, LA og þar. Og managerinn eftir hann, rétt hjá. Og við erum konum með ný númer, hann er vist bæði með agent og a manager og við erum konum með númerinn hjá þeim. Eina vesen er að við þurfum að hringja í beinni og það er oft erfitt því að það er stundum vesen með síman og svona. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem við reynum þetta. Það sem er að stríða okkur er að klukkan núna í Bandaríkjunum er... Það er í laginn núna sko. Og það er 10:13 eða ekki? Jó, eitthvað svoleiðis. Hann er nývaknaður. Nei, heldur í alvegnu agent eins og Brett Norsenberg hérna, agentinn hans, hann er löngu hann er að vinna fyrir Van Damme sko. Hann er líklega vaknaði 6, tók ræktina, hann er búinn að taka morgumat og núna mættur í vinnunni í jakkafutan. Já, það er akkurat. Líka þetta verið fyrsta símtal dagsins hjá hann. Og herðu, við erum líka með að $1 billion idea. Já, við erum bara að redda þetta ef hann svarar. Já, en fyrir þá sem er að heyra þetta í fyrsta sinn, en ég er að stempla númerið, segðu hlustundum af hverju við erum að hringja í umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Það sé einhvern úti sem veit ekki af the $1 billion idea og kannski einhver einn gæi sem var kannski erlendis og var að mæta. Kæri vinnur, þessi eini sem ætti að hlusta ástæðan fyrir því að við félagarnir að hringja í agentinn hans Jean-Claude Van Damme erum fara að gera hann að biljarnamenningi og okkur félagarnir í leiðinni því að við erum með hugmynd Jean-Claude Van Damme Van Damme er að fara að representa smokka bara í heiminum í dag og þar eru að fara að útrýma þessu blessa HIV sjúkdómi í leiðinni og bara já, hringir. Yes, hello. Yeah, good morning. I was wondering, can I talk to Brett Norsenberg? Okay, thank you. Er þetta í alveg að virka? Brett Norsenberg's office. Yeah, Brett, hello. My name is Arden, and against me is a friend of mine, Egil Einarsson. Hello there, Brett. This is actually Brett's office. Brett's at the office today, so I'm here. Okay, what's your name? My name is Ty, T-Y. Ty, yeah, okay. Well, we are here on a conference call, so it's a business call. So we were wondering, you guys represent Jean-Claude Van Damme, right? We do. Yeah, you do. Okay, nice. Because me and Egil and our company, a little company called Tveir harðir, have a $1 billion idea for you guys. Okay. Egil, you want to take over? Is it okay to talk to you and you can forward this idea? Yeah, you know what? The best way to actually do this is going to be to email me, and then I'll go ahead and pass on all the information to Brett because he's out of the office today. Okay, that way, if it's in writing, I can just send it to him directly. Okay, we're just going to pitch it to you shortly, and then we're going to follow up with an email. Okay. Okay. You know, condoms in the world, they're not used very much, and that is a problem because what we need is a strong personality to represent. A spokesperson. A spokesperson for condoms. And we want to include Jean-Claude Van Damme in that. And we're going to call it Jean-Claude Condom. How do you like that? Okay. Yeah? I get it. Yeah? Yeah. Okay, go ahead and put this all in an email to Brett. Just put what you're looking for, what you would offer, for the spokesperson role, and just all that information. Just put it in a nice email to me, and then I'll pass it to Brett, okay? So let me give you my email, okay? Okay, what's your email? It's T as in Tom, F as in Frank, L as in Larry, Y, and then 2 N's as in Nancy. So T Flynn
Okay. At Gersh, Gersh. Okay. LA like Los Angeles.com. Okay, nice. I got it here. Yeah. The funny thing is, if you could help us a little before we, contact his agent, do we have to, because we heard from Durex, the condom company, and they are very excited about this. So do you think we need to pitch them in as well before we make an offer for Jean-Claude Condom? I think the best thing to do is just to start with Brett, put it on an email to me, and then I'll pass on to Brett. That's probably your first stop, okay? Yeah, okay. Have you met Jean-Claude Van Damme? Uh-huh. He's a great guy, isn't he? He's great. Yeah. And do you think he would be open for this? I don't know. I mean, that's why I'm saying put it together in an email, and I'll pass it along to the team and see what we get back, okay? What do you think about this billion-dollar idea? I think that I'm going to have Brett give you guys a response, and then he'll let you know, okay? Okay, so right. So we're on to something. I appreciate your interest, and so does Jean-Claude. So just put together an email and pass it along to the team, okay? Okay. Do you have any more celebrities on your in your company than Jean-Claude Van Damme? We do, and actually, what we can do is once you put together your email, if this is something Jean-Claude can't do, then maybe Brett will come up with some more ideas for you, okay? Okay, because we are also making a toast, a bread toaster. So if you have any more celebrities that could be our spokesperson for, toaster, that would help us a lot. We're in this business. Thank you very much, sir. Yeah. How's the weather out there right now? It's great. Isn't it? All right, you guys have a great day, okay? Yeah. Thank you very much. You as well, thank you. Okay, bye-bye. Herru, það var mikið, við fengum í gegn, þetta var... Gæti hann verið með eitthvað flóknara meil, eða? Nei, ég nefndi ekki svona að skrifa það niður. Ég ætla að hlusta þetta 100 sinnum. Við þurfum að eiga að meila á gæjan. Við getum sér lesið upp svarið hans í þættunum. Ég ekki næst að skrifa í okkur að hafa samband við Durex? Það? Já, við þurfum að fá sterkt smokka fyrir... Hvað ætla, þú að borga Jean-Claude Van Damme bara þínum einu vasa? Varst ekki að klessa á strætó eitthvað? Þú byrjaði á því að borga bílaviðgerðina hennar. Ég er ekki að borga Jean-Claude Van Damme, hann er líka mjög dýr leikari. Já, þess vegna þurfum við að fá Durex eða eitthvað inn í þetta. Já, sko... Ok, þetta er samt, við erum skrifið nær. Já, þú heyrði það var mjög jákvæður. Já, þetta er samt, við fengum The Assistant, við fengum gæjan, snögglifta gæjan með glerun og setjum fram með headsetið, sko, við fengum ekki... Já, Nei, við fengum Lloyd. Við hringdum, sko, hann er potið bett á gæjan, það er svona gler á milli þeirra. Þetta var Lloyd í Entourage. Hann er bara inn í Tetris aðgæjan sem við vildum ná í, sko. Já, en þess vegna þurfum við að senda þetta með e-maili. Ég er til að senda þetta, ég skal taka að senda þetta mail ef við getum fundið þetta e-mail sem flottast e-mail sem ég hef, sko. Já, sendum mailið og tölum við Durex næsta föstudag. Æi, ég hefði nú sett eitthvað annað lag á. Katy Perry, Firework, fyrst afsökun að sá þetta ekki. Þetta er ágætis lag svo. Sweatboy mættur hérna í stúdíóið. Við erum að fara að frumflytja nýtt lag með kappanum. Fáum hér örstuð skilaboð. Svo heyrum við nýtt lag og heyrum í Svessa. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthur's Day, 5. 27. september. Celtic Cross. Í dag er magnaður miðvikudagur og 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelltu á vodtakkan á fjarstýringunni og skoðaðu úrvalið. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Útgáfuhátíð, geimstöðurinnar og FIFA 13 hefst í geimstöðun í dag klukkan 5. Spennan nær svo hámarki með sölu á leiknum klukkan 10 í kvöld. Láttu sjá því í geimstöðunni og nældu þér í eintak af FIFA 13. Geimstöðin Kringlunni, stönginni. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Grillhamborgarafabrikunar eru í tilbúnum pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. Hvort sem þú ert heima eða á ferðalagi, vertu viss að grilla 100% hágæða hamborgara. Grillhandbókfabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Biðin er á enda. Við flautum leikinn á. FIFA 13 lendir klukkan 10 í kvöld. BT Skeifunni og Glerártorgi klukkan 10 í kvöld. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Mættu með Jón Sigurðsson í veskinu og þú færð túle, skot eða einfaldan á 500 kall. Dillon Rockbar. Hefur þú prófað alvöru kebab? Kebabcenter, Dalvegi 2 Kópavogi. Sími 581 1717. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn. Fáðu tromp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Þeir að hlusta á tvo harða hér á miðvikudegi og hann er mættur innan til okkar The Little Game Boy. Sverri Bergmann. Vá, takk. Video Game Boy. Hvað nafn eru á plötunni? Falli lauf og platan að heita.
Fallið lauf? Já, ok, fallin lauf. Fallið lauf? Já, það er krútlegt. Ok. En þú veist hvað nafn vinnur þú með? Hæ? Á plötunni? Áfram með Sverrir Bergmann. Já. Ná, ætlar að kalla það? Válega Sverrir, við erum bara að gefa þér 100 öfni til að vinna með Tartmouth, We Your Game Boy, Chubby Little Loverboy, bara Loverboy, Sweat Tart. Þetta er allt sko. Sweat to Mouth, allt þetta. Sweat to Mouth, þetta hættur að vinna með það svo þessi. Já. Og þú ert bara með Sverrir Bergmann. Já. En þú ætlar overseas. Ég get einmitt nýtt eitthvað þessu nöfnum ef við fer overseas. Já, ég meina, kannin ekkert að vera Bergman. Það getur alveg sagt Bergman. En það getur sagt Tartmouth. Já, það getur sagt það. Video Game Boy var reynda mjög sterkt fyrir það, því að vídeoleikir, tölvuleikir eru mjög vinsælir í Bandaríkjunum. Já, bara í Bandaríkjunum. Bara svo ég gefið svona smá headset. Ok, fallið lauf. Já. Svo rómantíkusverðin, bara, sko... Knúsaði. Gefðu mér 1% af þessu rómantík sem er í þér. Já. Ég all man. En ákveður fallið lauf? Þetta er bara, þetta er titil af plötunar, þetta er fallið lauf. Já, sástu eitthvað svona lauf falla og hugsaði, wow, þetta getur verið gott að plötu. Nei, þetta er enda mjög dramatíst, þetta lag, sko. Já, ok. Ég ætla kannski ekki að ræða hér. Nei, finnum einhvern betri dag. Já. Sástu lauf falla, varstu bara í einhverjum piknik. Nei. Með teppi úti og sástu lauf falla bara, wow. Þetta getur bara verið. Þetta getur verið plötunni, ég frá því. Nei, mér finnst það grútlegt. Já, þetta er út á rómantískasti vinnu minn. Það þarf alltaf að eiga eitt svona rómantískan vinn. Já, það er einhver að halda ykkur auglunum við, það er bara þannig. Það er bara svo leiðis. En ég held að þetta verði góð plata. Ég ætla að tippa á það. Gilsang tippa á það. Já, þetta verður mjög góð plata, sko. Hlakkaði það líka að koma í tími á, þetta er allt á íslensku, eða ekki? Þetta er allt á íslensku og búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta. Já. Þannig að þetta verður gott. Og við erum að fara að frumflytja hér eitt lag af plötunni. Þannig að þetta er við erum ekki að fara í föstudagslægi. Þú ert ekki að taka eitthvað lag og breyta því? Nei. Heldur þetta bara þín eigin tónsmiði? Já, þetta er bara fyrsta íslenska lag held ég bara sem er frumflytt. Verður þetta bara síðan ándín. Já, það er bara hann. Eða sem ég mæti hérna eitthvað til þess að... Já, blokka þig. Verður þetta hérna, þetta er svona róleg plata og svona, þetta verður löð. Er þetta kósí vetraplata? Já, þetta er kósí vetraplata. Svona smooth. Já. Já, það er svolítið þinn stílsvæsi. Já, ég er kósí gaur, þið vitið það. Já. Þú veist ekki, heldur þú fara aldrei yfir í úr kósí gaurinn, yfir í, þú veist, hérna... Rockarann? Meira rockarann. Ég held að það sé bara seint, sko. Ég er farin að, þú veist, ég er komin yfir hann á rockaraldur, sko. Ég meina, alltaf þegar þú tekur hérna A Whole Lotta Love með Led Zeppelin á karaoke-stöðum, sama hverjum í heiminum, þar ég er hann fullur og treður upp á svið eitthvað stað, þá fyrir alltaf þakja af stöðunum, þannig að kannski ertu bara betri sem rockari. Það er sko þegar maður mætir live. Það er ekki alltaf sami maður sem að gefa út plötuna og er live. En að combine Chubby Little Loverboy með Chubby Little Rocker. Já. Það getur verið rosalega. Það er bara svona, er það bannað? Það getur ekki verið með plötu bara sem syngur róleglög og rockulög? Já. Nei, það er einhvern veginn... Er það ekki mixað, er það ekki lagið? Það er hægt að gera það sko út með það eitthvað 2-3 grjótharða ballöður kannski, eins og Aerosmith verið að gera svona. Já, Aerosmith, þeir kunna þetta, þeir eru með ballöður og rock. Já. Guns N' Roses líka. Já. Don't Cry og fleiri lög. Ég vil að Sweat Tart færi það. Bara eitt og eitt rocklag með, kannski hendi því á fyrir Gilsan. Já, eitthvað fleiri sem ég get gert fyrir þig. Í næsta föstudag þá vill ég fá Bocelli. Ég vil fá Andrea Bocelli. Ég veit það kemur, ég bara get ekki fara að koma með það þegar þú ert ekki viðstaddur. Nei, við erum alltaf ekki föstudaginn. Nei, ekki núna föstudaginn heldur eftir viku. Næsta fös, þá verður vel þegið. Þá kemur Bocelli. Ok, glæsilegt. Vel gert, en svo er annað hérna áður við fáum þetta nýja lag með þessari. Andlitið þitt á öllum próteinferðum í sporthúsinu núna. Tindur. Wanted. Þú hættur að æfa. Ég viðurkenni, ég er búinn að vera skelvilega að lata. Það er líka þegar ég er búinn að vera að vinna þessari plötu. Einmitt, það er ástæðan. Það er ándjóks ástæðan. Akkurat. Einmitt, Loverboy, það er ástæðan. Þú með afsökum klára, ég var að gefa það. Já, það var gett. Það er enda mjög þægilegt fyrir Svessa. Alltaf ef það er gott fyrir svona tónlistamenn, ef það er verið að biðja að koma og gera eitthvað, þeir eru með allt niður eins og segja bara, ég er að vinna í nýju efni og það er bara búið að eiga allan, þá er það kannski búin að vera heima bara í FIFA 13. Já, ég minna, þú veist, hann getur ekki, þá er ég að vinna líka, sko. Með jafn marga klukkutími í sólarhengnum, Sverrir, og Arnar Grant. Já. Jafn marga klukkutími. Já, hann vinnur samt álíkansastöð, sko. Hann er að multitask. Það er skröllu sama. Þeir eru 4 mínútur að keyra á hann. En hefðu, hættu nú að ræða Arnar Grant og líkansrækt. Hvað heitir nýja lagið, Sverrir? Herðu, það er mjög jákvæmt, það heitir Kærleikur, von og trú. Kærleikur, von og trú. Þetta er mjög fallegt. Hugulegt og þetta er sprungunýtt lag með, Svessa Bergmann. Video Game Boy. Já, tjekkum á þessu. Berst áfram með straumum í gleðin og glaumum
Kærleikur, von og trú, nýtt lag með The Chubby Little Loverboy. Til hamingju með þetta. Takk fyrir þetta, maður. You're a romantic man. Já, við vorum maður bara fann að vanga hérna í stúdíónu. Já, hann fælt þetta að sjá okkur. Ég tára þetta næstu. Það finnst þú nærri ekki eins og utan um hann þykka. Nei, Egill er... Við kjötum að vel upp undir bara einn. Upp á sitt stærsta núna. En hérna... My husband. Já, þetta er fallegt. Þetta eiga það að segja út fýtt söngvari. Hvað framundan hjá þér, þú fíni söngvari? Hvað var að gera helgina? Herðu, ég er að fara að spila á Þýskabarnum og... DJ-menn bara? Já, og svo á morgun þá er ég að fara hérna... Þá eru Guinness-dagur og English pub. Já, ok. Á gamla dettinn. 50 dagur morgun. Já. Þetta var óregla 50 degi? Nei, ekkert óregla, ég er bara að fara Guinness-dagur? Já, menn að fá sér Guinness. Ég meina Guinness er bara svo ein máltíð. Byrja hérna upp á 6. Það að sleppa á kvöldmáltíðum og fara beint bara í Guinnessina? Það getur kannski gert það. Þeir segja Guinness og egg, það er eins og það. Er Guinness dagur á morgun? Já, Arthur Guinness, hann gerði eitthvað. Já, ok, good shit. Hann gerði eitthvað þessum degi. Þessin er Guinness dagur á morgun, það er bara hann. Hann er að henda eitthvað fullt af peningum, eitthvað sjóðu sem er að gera eitthvað gott. Já, kjöldið alltaf til þess að kíkja á... Hvað er að gera á laugardaginn, Tornar? Enska barinn á morgun. Enska morgun, þýskum helgin og ég vil ekki að hvað er að gera á laugardaginn. Það er það, þýskir laugardaginn. Það er laugardaginn, er það fös? Hvað er að gera fös? Hvað, voðalegt forvitið þetta átt eitthvað bara að rópa. Herru, hvað vilt þið ekki bara fá dagbókina? Það veit hvað hann að gera. Það er fjöfulegt að gera á fös, hvað lenda bara að gera það? Það er ekki bara alltaf að róla heima bara. Ok. Fullið verið að gerast á fös. Ég er eitthvað fyrir mér þetta. Já, en já, þetta var virkilega cozy og hugulegt lag hjá Chubby Little Loverboy. Það steytist hér í lagi á leiðinni heim og ég ætla ekki að leyfa Agli að velja það. En talandi um helgina, varst þú ekki að tala um að vera eitthvað stór dagur hjá þér á laugardaginn? Það er stór dagur hjá öllum á laugardaginn. Nei, það eru náttúrulega ekkert allir sem halda með Breiðablik og Stjörnunni, sko. Það er Chelsea Arsenal kl. 11:45. Já, stórleikur, ensku. 14:00 er Breiðabliksstjarnan, úrslitaleikurinn Evrópukeppnina, hvort liðið fyrir Evrópukeppnina. Já. 16:30 United Tottenham. Strax þar á eftir, svona, ég veit ekki nákvæmlega hvernig Gunnar Nelson er, þú veist hvernig hans bardagi er. Stuð sexleikinn. Er beint Gunnar Nelson. Já. Síðan er ég að fara að loka hóf Breiðabliks svona strax á eftir. Þú veist að fara á uppskýrandi Breiðabliks? Sjálfsög, leikir nummer 1 mætið þangað. Leikir nummer 1? Já. Hvað ertu búin að fara marga leiki? Ég fylg besta. Nei, ekki stundum kemst ekki út að vinna. Ég er að vinna, ég þarf að hitta fólk stundum á kvöldin sem er að vinna til 6 og ég þarf að klípa það eftir það. Ok. En málið er að hérna, þetta er risa laugardagur. Það er með veislu frá 11:45 til 8 kvöldin. Kallar þetta Super Saturday? Það er bara þannig. Já. Ég vona að Blikarnir vinni Stjörnuna og ég vona að Gunnar Nelson pakki saman þessum glúða þarna. Já, maður er mjög stressaður þegar maður horfir á Gunnar Nelson hérna berjast. Maður heldur svo rosalega með honum. Já, ég vona bara hérna út af þessi gæi sem er að keppa mótið er vist ykkur rosa svona sparkari og kýlinga. Já, ég var að lesa að Gunnar Nelson var að segja að hann væri góður allstar. Já. Góður á gólfinu, góður á kýla, góður á sparka. Já, ég held samt að Gunnar sé betri í gólfinu. Það er bara fellan fyrir því og kirkjan síðan. Hann þarf að taka gamla góða þarna slöngutrixið sitt þar sem hann skríður svona og fer svo bara utan hann og... Já, síðan kirkjan bara. Spáði svo er ekkert hægt að gera. Nei, ég prófaði að fara hringið með hann. Ég mæla ekki með því. Já, hann lék sér að þessu. Pakkaði með saman. Já, hann var svona svipað fyrir hann að berja þig og eins og fyrir mig að berja 5 ára krakka. Ekki það ég sé búinn að prófa það, en ég get ímyndað mér það. Við erum að tala um a fighting genius, sko. Já, náttu ekki að vera svo hraustur. Ég er ekki fighting, ég er bodybuilder. Ég er ekki slagsmála. Er þetta þá bara dúkkuvöðar að það? Nei, þetta er alltaf að ég get lyft lóðum. Já. En hendur mér í hringi með Gunnar Nelson, hann pakka með saman, ég veit ekki það. Það er ekkert flóknar að það, Svessi, takk hérlega fyrir komina. Takk fyrir mig. Háðu það sem allra best viljum að fá hérna eitt rándýrt lag núna með M&M og ég held að sé á, 3. mínútu þar sem að M&M byrja að rappa sjálfur. Það er svona með í svalari sem ég sé hann gera og ég sá einmitt heimildamind með M&M daginn og mjög fyndið þegar hann tók þennan part í fyrsta sinn inn í stúdíónu. Þeir ætluðu ekki að trúa þessu, þeir sem voru að vinna með. Hæ, hlusta nú kemur parturinn sem ég er að tala um. Hathaway, hann er ekki döður öllum aðeim. Ég elska Hathaway. Það reynda gamla góða lagi hans að undir, ég held að hann hefur ekki verið fenginn í stúdíó með þeim strákunum. Ójá, 100%. Lagið heitir No Love, en hingað er óvænt sestur annar gestur. Við erum búin að fá Ásgeir Trausta þetta, Chubby Little Loverboy, Sverrir Bergmann. Það eru 2 stórkostlega söngarar og nú er 3. stórkostlega söngarinn mættur inn í stúdíóið, Magni Ficent, ertu velkominn? Þú var ekki að gefast upp á þessu, maður. Hverju? Nei, bara mér þetta fallið, sko. Já, þegar Tommy Lee splæst í þetta. Það var æðislegt. Ég fekk gæsáð. Það var rándýrt. Líka af öllum hana sem stóðu hana, sátu hana, að Tommy Lee hafði sett þetta. Það er fagmaður. Það er reyndar. Það var einhver búinn að skrifa þetta ofan í hann. Já, það var einhver annar sem fattaði þessu pottet. Virkaði hann illa gefinn? Já, ég er ekki viss að sé ennþá búinn að fatta þetta í grín, sko. Nei, hann veit ekki ennþá hvað hann var að segja. En sko, við opnum þáttinn okkar alltaf svona.
Já, við byrjum á Tommy Lee. Svona byrjum við, tveir harðir. Kickstart maður. Kickstart maður. Og þú varst bara að djamma með þessum manni í Vegas á sínum tíma. Ég kickstartaði svolítið með honum. Já, grjótarður, ég er nú búinn að spyrja það svo oft út í Tommy Lee, en aldrei fæ ég leið á að tala um hann. Nei, það er ekki Hann er líka mjög skemmtileg strákur. Er hann feskur í dag? Heyrðu eitthvað í honum? Nei. Nei? Ég veist um hann sem er síma. Já, kann ekki að síma örugglega. Nei, hann er nú hvað hann er gammal. Hann finnur á slagi 50 lítur vera. Já, hann má samt eiga það þrátt fyrir skrítið lífverðni. Hann heldur sér alveg ágætt unglu. Já, reyndar, svona miðað við magnið af svona fíknefnum sem hann búið að fara í gegnum hann, þá er hann glettilega lifandi. Hann er búinn að deyta Pamela Anderson, Heather Locklear. Þú veist, þetta er... Ég meina, hann Ég ætti að vera að koma með eitthvað svaða lista. Já, Þetta er svaða listi. Þetta er málega að þú kom með þessar tvær, er þetta ekki bara góður? Þetta er ekki feskur? Það er ekkert meir, sko. Restin er allt sem að minni nöfn. Hvað er að frétta af magnánum okkar? Herri, ég er að klóra plötu. Já, ok. Já, heldur því gaman. Glæsilegt. Og já, það er mjög skemmtilegt. Við erum svona, klárum hana sennilega bara næstu dögum. Hvernig kemur hún út? Hún kemur út svona mánaðamótin, oktober-nóvember. Þannig að þetta fer í jólaflóruna? Já. Það er allt að gera. Það er alltaf svolítið hættu við það. Já, Chubby Little Loverboy var að segja okkur, hann að gefa út líka plötu fyrir jól. Já. Það er gaman að segja fyrir því að við getum sömu mynd bara framan á kárið. Já, þeir eru sömu klippingu. Já, báðir sköllóttir og með svona skegg. Það verður einu sinni komið fyrir að við ruggast að mér og honum allavega við mig, sko. Ég er að sjá það, ég er að skýta svolítið á mig þessu. Nú er ég sköllóttur eins og Magni og Svessi. Serðu líka Arnakur Láksson. Hann er sköllóttur, þeir eru allir að vinna með skegg. Ég náði mynd af mér með tvíbónum daginn á Kringlukráni. Arnakur Láksson? Nei, trúðu mér, Arnakur Láksson var ekki Kringlukráni. Bræðrunum, sko, það verður Bjarki Guðlaugsson. Já, þeir eru bræðir. Arnar og Bjarki. Ég er það báðið það. Þeir sáttu báðið það. Þeir voru bara út að borða, þeir voru ekkert að þamba á Kringlukráni, sko. Já, það var ekki, við vorum ekkert balli með Geirmundi, sko, þetta var 5. Það er þetta mjög góðið matur á það? Nei, ég spjallaði ekki neitt, ég bara fór að setja út á milliðina og Gunni Óla labba og tók mynda á okkur og svo bara sagði ég bless. Já, ok. Og líka málið er, þú ert að klika með, þú ert að Magnificent og Video Game Boy, eru margir til taka sköfuna, þeir eru alveg... Já, þetta er bara clean, sko. Já, hann er með sköfun, þú ert alltaf með smá hárahaust og ert í afninu. Já, ég er alltaf með svona smá kíri. Já, þú ert að dömpa kíriðinu og í hálfurinu og raka þetta, ángríð, skafa þetta. Vex eitthvað svona grönn. Nei, ég er með svona einhvern smá toppinn og eitthvað. Þannig skeggið eitthvað. Það er þykkt í hliðinum, þú ert svolítið að taka Ómar Ragnarsson á þetta. Sko meðan að Magnificent er að taka Arnakur Láksson. Ef ég snúða mig ekki reglulega, þá detti í kragan, sko. En sko, ef þú skefur, þá veit fólk ekkert hvort þú sköllóttur eða bara töff, sko. Já, maður segir, nei, það er engin heilvita maður tekur þér að skafa á sér hausinni ef hann getur vaxið hár. Þú veist hvað þetta sparar í tíma, gel, klippingar og annað þess. Ég fyrir klippingu annarkað förstu kl. 10, alltaf í Rópaði karter. Ég þarf að standa í því aðra hverju viku. Það fara alltaf í klippingu og slita niður, það tökur 1,5 tíma fyrir mig. Ég er 1,5 tíma. Og svo fyrir utan það, hvað kostar það? Handlegg. Hvað kostar 5.000 kallar í klippingu? Ég þarf að sko fara í, ég fer lagningu, náttúrulega, klippingu, lagningu. Það er í lagningu, Egill. Þetta er að segja þetta bara upp á. Þú komur þetta mjög váðsaman í saman. Þú fær líka alltaf í strípur þú. Auðvitað. Hvaða árið hefur þér? 94, eða? Veitu, ég bara sleppa því að líka með hárið það. Veit ekki með strípur það. En hvernig væri að þú myndir nú einn daginn prófa að skafa þér hausinni? Ég var alveg til að þér nauð á sköpum þá. Það verður þeirra Mercedes Club ykkur comeback. Já, það verður allir snóða. Þið fyllum eiginsölduna. Þá snóða þeim. Þetta segja af skýt, ég segi fyllum eiginsölduna. Það er alveg skýt sem segir. Já. Sko, en já, ég kannski, ef ég snóða mig auðvun, bara með sköfuna. Já. Það er bara eins og, þú veist, já, það er bara hannig. Já. Þá vil ég að þú safnir í 2 mánuði og bara rakir ofan á og takkir Ómar Ragnarsson allaveg. Og síðan. En ákveður ekki bara safna hárið í 2 mánuði? Það verður líka ógeðslegt. Já, þú safnir í 2 mánuði og ég tekki sköfuna. Ég er til í það veðmál. Wow. Ég hef okkur. Já, en Magni, hérna, þú dast með ofan hérna inni á okkur. Eitthvað sem þú vilt plugga? Mærtu að fara að spila eitthvað helgina? Plugga einhverju bara. Þetta að tækja bara. Ég ætla að vera með hrein í kvöld með pubquiz. Ok, hvað er þetta með pubquiz? Mót dönsku. Á dönsku? Ég var aldrei síðan með pubquiz, en ég ætla að vera með hann. Þetta er víst alveg ógeðslega skemmtilegt. Já, mér finnst virkilega gaman að fara pubquiz. Ég er svona pubquiz-lúði. Já, en ég ætla bara að nördast svo ætla ég bara fyrir brúðkaupin helgina. Er það pubquiz bara allt, eða? Nei, þetta heitir víst popquiz. Þetta er popquiz, já. Þannig að það er, þú veist, spurningarnar eru meira svona spilaðar. Ég skil. Að gera að tjekka á því á dönsku í kvöld. Reymur og Magnificent Magni. Jú, þetta er næst. Platan mín heita Magnificent. Er það of... Mér vantar nafn á plötunum. Mér ætla ég bara að vinna með þetta. Þú ert bara Magnificent. Undur. Alveg svo Sverri Bergman að vera Video Game Boy. Já.
Magnificent er nú skárra en Video Game Boy. Ég er aldrei að fara að hætta að kalla það Magnificent. Ég vona ekki. Nei, það mun aldrei gerast. Takk hérlega fyrir komuna og við ætlum að heyra hérna nýjasta lagi með Magna og strákunum í Á móti sól. Það heitir Glow. Nei, ég er að grínast. Þetta er Retro Stefánsson. Þegar komum á þessu. Þátturinn Magasín er á ferð og flugi landið og næsti áfangastaður er Pósthúsbæran á Akureyri. Laugardagskvöldið 29. september. Staðir, 1 númer 533 3350. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Takk fyrir það, Jói Dans, og það er hár rétt hjá honum. Tveir harðir búin að vera með ykkur þennan miðvikudaginn þar sem að, já, ég er í frí á föstudaginn. Og þá var það ekki tveir harður á föstudaginn, við verðum eins og að mættir föstudaginn eftir viku. En Nonni Plugg ætlar að sjá þáttina, ekki? Jó, Jóngunar verður með þáttina. Og hann fær ykkur gesti og... Já, ég veit að Video Game Boy og fleiri verða hérna hjá honum, þannig að... Já, hann verður með þétt þetta, sko. Að gera að hlusta á Frasakónginn sem er í deilum þessa dagana. Sem er í stríði þessa dagana. Já. En, já, hvernig er kvöldið þar? Ætlar að horfa á United-leikinu eftir með mér? Og kíkja á Man U Newcastle. Vissi hversu fyrri hálfleikur eru reiður það? Ég þarf að fytumæla nokkra hérna. Ok, á hvernig það bóka á þau þegar það er leikur? Ég maður sniður hún. Ég hefði ekki hana. En hérna, ég held að allir einhvað strákunum að kíkja hana. Má ég velja hérna Lægi á leiðinni heim? Ég er búinn að velja eitt ógslagnar. Og hvað? Það er eina sem er eftir hér, það er Lægi á leiðinni heim. Ég veit þetta eitthvað. Þess að þér finnst ógslag gott, eða ekki? Jó, þetta er sko... Segðu bara hvað það er. Mér finnst þetta virkilega gott lag. Þetta er, lagið heitir það sem ég er búinn að reyna að gera við þig sem ég kynntist þér. Ok. Fix You. Það er með Coldplay. Já, ok. Á það ekki vel við? I will try. Ok, það er, viðurkenna, það er besta Coldplay-lagið. Ógeðslega gott lag. Allt annað á þeim auðvitað. Þannig að þú ert approving it? Já, þú veist, mér langaði í hana So High með Thor and Antonia. Já, viltu hafa það sem lagi á leiðinni heim? Já, ég finna, þú veist. Þú baðst líka, hvað ert eitthvað skotin í henni? Þú baðst lag með henni líka síðast. Too Late. Mér finnst 2 lög, Too Late og So High. Þau eru þetta virkilega góð. Já, ég er saman. Og þú veist, og hérna, og Fix You með Coldplay. Þá fær ég svolítið að hugsa bara um að leiðinni heim að ég margt niður. Ok, herðu, en ef ég ger eitt fyrir þig hérna. Af því að nú er ég góður drengur og hugsa um þig. Við þurfum bara að láta Rikka G vita hérna að hann megi ekki fikta... Já, Rikki G. Það setja bæði á það? Já, ég ætla að byrja á Coldplay sem lagi á leiðinni heim. Svo leið og það er búið. Þá kemur So High. Þá kemur So High með Thor and Antonia. Þannig að þú getur hlusta á bæði lögin í bílninu. Hvernig líst þér á það? Ég veit ekki hana. Er þetta ekki bara einn besta hugmynd sem þú heilt? Jú, þú ert nefnilega, þú ert ekki rassandlið. Þú ert ekki margt niður því. Akkaði fyrir það. En gaman að fá þig hérna á miðvikudegi, Auðun Blöndal, og við erum... Fá mig á miðvikudegi? Já, takkaði fyrir að hafa mig. Við erum minna þarnasta föstudagfélagarnir. Já, það verða 2 harðir aftur og ég vil þakka þér sömuleiðis. Það búið að vera virkilega gaman að vera með þér hér í dag. Takk hérlega fyrir hlustunina. Ég ætla að hvetja alla blika þarna úti. Já. Mæta völlin kl. 14:00 á laugardaginn. Og þakka niður í þessu silfuskeið sem er hávæður og leiðileg. Ok, þá heyrið það, Blikar. Ég er náttúrulega bý í Garðabænum, þannig ég þarf eiginlega að styðja Stjörnunni í þessum leik. Svo ég vil þakka ykkur kærlega fyrir hlustunina og hvet ykkur til þess að hlusta á morgun. Þá verðum við Hjöppið mættir hérna klukkan 4 eins og alltaf og það eru fastilegir eins og flottulegakeppnin og fleiri skemmtilegir dagskrárliðir á morgun. Rikki G er rétt og mættur. Það eru 2 lög á leiðinni heim núna, enda klukkuna vantar 4 mínútur í 6. Byrjum á Fix You hér með Coldplay. Svo mun Egill Einarsson sitja í bílunum sinum á leiðinu upp í sporthús að fara að fytumæla. Þá fær hann So High með Thor and Antonia. Heinast á morgun.